Verið hjartanlega velkomin í Ævintýrahattinn. Í dag ætla ég að segja ykkur mjög spennandi sem erlent. Það gerist með fjallinu. Það heitir Úlfur fjallinu Smalastrák. Já, það var nefnilega strákur sem þurfti að gæta kinda fyrir bóndafólk sem bjó á bæ hérna nálægt. Og það rigndi og rigndi. Og það var líka sól, en hún fannst þetta rosalega leiðilegt starf. Honum leiddist, það var ekkert að gera. Hún dætti ekki að taka bók með þessu og lesa. Handa þau. Honum leiddist og leiddist. Þannig að hann ákvað að fara upp á hól og segja: Úlfur er að taka allar kindurnar. Bóndafólkið, það þaut upp. Og þegar hann kom á staðinn þá hló hann sig hásan. Ha, það er enginn úlfur, ég hef bara gabb ykkur. Næsta dag fór hann aftur upp á hól og sagði þetta nákvæmlega sama aftur. Það er úlfur að taka allar kindurnar. Auðvitað komu bóndafólkið aftur. Það kom dag eftir dag, hann kallaði dag eftir dag. Og hverjum einasta degi þá fór hann á hólinn og sagði alltaf úlfur að taka kindurnar. Og alltaf þaut bóndafólk, alltaf sagði hann að gabba þau. Síðan bar þar að úlf sem var mjög svangur, sem kom nær hennar kindunum. Strákurinn sem var gætti kindana fór upp á hólinn og sagði: Það er úlfur að taka kindurnar og nú er ég ekki. Það kom enginn. Hann hljóp og bankaði á hurðinni á bankafólki. Já, bóndafólkinu. Nú er úlfur, ég er ekki að banna, það er úlfur. Æ, strákur, hætti þessu. Það trúði honum enginn. Bóndafólki trúði honum alls ekki. En bóndakonan heyrði garnaköll í honum og að fara með matarbita. Þegar hún kom, þá sá hún að allar kindurnar voru dauðar og það voru nokkrar beinagrindur líka. Úlfur borðað nokkrar og drepið allar. Og frá með þessum degi gappaði hann engan. Lokið í dag, við sjáumst aftur næst og þá er það annað skemmtilegt ævintýri sem leynist í Ævintýrahattinn. Blessa með hann.